Verið hjartanlega velkomin í Þetta helst, þátt sem malar öll prófkjör. Það gerir Árni Sigfússon auðvitað líka, að ekki sé talað hvernig hann fór með R-listan með sinni djarfmannlegu einvígisáskorun. R-listin stóð nú tæpt fyrir, en varð þvílíkri skelfingu lostin þegar Árni kastaði hanskanum að enginn þeirra mætti á fyrsta kappræðufundin. Árni var því að kappræða við sjálfan sig fyrir framan frambjóðendur D-listans og ættingja þeirra. R-listin mun nú íhuga að hætta við frambúðið, en þar með ekki sagt að Árni og Kó fái borgin á silfurfati því félag fíkniefnasala ætlar að bjóða fram í Reykjavík í vor. Og samkvæmt blaðinu Degi slagorðið þegar tilbúið. Við getum betur, neysla fíkniefna eykst. Þessi myrkra öfl vita auðvitað sem að snúið þau ekki vörn í sókn verður Ísland orðið gjörsamlega fíkniefnalaust eftir 4 ár. Ekki síst þar sem nú að koma á markaðinn þvagpróf sem foreldrar geta beitt á unglingana til að komast að því á svipstundu hvort þau að innbyrða einhverja óhollustu. Aðeins þarf að fá unglingin á heimilinu til að pissa í 6 til 8 tilraunaglös og koma sér upp smá aðstöðu í einu stofuhorninu til að greina niðurstöðurnar eins og þessi ábyrgi faðir hefur gert. Já, útbúnaður í lagi þarna. En gestir okkar hér í kvöld eru líka vel búnir þó með allt öðrum hætti sé. Af einhverjum ástæðum vill mamma þeirra hafa þá eins klædda. En þar sem þeir eru báðir í sama íþróttafélaginu þá það nú ekki mikið mál. Þróttararnir og bræðurnir Gunnar Helgason, leikari og rithöfundur. Liðsmaður Ragnhildar og... Gangi vel ykkur. Og með Birni Brynjólfi, Ásmundur Helgason, markaðsfræðingur, framkvæmdastjóri auglýsingastofunnar Einbreiðarinnar. En það engin annars bróðir í þessum leik, þannig að Gunnar verður að ráði söguna hér að baki með Ragnhildi. 0-1-4-0 + 3-2-6 RD1 fundin. Ég held að sé prentulega mínus ábygglega. Kann sína formúlur? Þetta nú einfalt. Já. Já. Þetta með þess að gefið upp í myndinni sem við sjáum á skjánum. Þetta stjarnan sem fannst fyrir 2 vikur síðan. Já, þú meina myndin hér á bakvið okkur. Já, það sjást þarna stjörnur á bakvið, sko. Það svona reikistjörnur, sko. Inspirasjón. Þetta sko lítið svarthól eða þetta kalla lítið svarthól sko í stjörnuþokunni Omega 3. Þú segir það? Þess vegna kemur 3 þarna fremst plus 3 semst. Já, þú meinar það. Þú ert rosalega samfærandi, veistu þetta? Nei. Já. Ertu með betri tilhögun? Nei. Mér finnst þetta tilgáta mjög fín sko. Ég hefði bara haldið að þeir væru búin að finna alkagenið eða einhvern fjáran svoleiðis en... Já. Formúluna fyrir ástinni? Já, til dæmis. Þetta geti líka verið sænsk stúlka. Sænsk stúlka? Já, fyrir 1 eða 2 árum var í fréttum að það var einhver sænsk hjón sem skýrðu drenginn sem svona langri talnarunu af því þau datt ekkert betur í hug. En þá það 2 ef þetta var í strákur en þetta systir hans. Þetta systir hans líklega. Þetta litla systir? Litla stjarnan. Hún týndist í Vesterås í sænsku dólaga og þarna hún fannst sem sagt handan við norsku landamærin. Hún kannski verið með nafni tatúverð á handlegginn. Ætli það ekki brennir En stjörnutilgátan betri samt. Já. Við höldum okkur bara við það. Já, ég held að stjörnutilgátan svartholstilgátan, hún fer með ykkur hálfa leið. Já, ég meinti stjörna, þetta var Nei, sko, þetta svarið að þetta ung og íðilfögur vetrarbraut. Sem vísindamenn eru nýbúnir að finna. Omega 3, þú veist. Nei, ég meina 0-1-4-0 Nei, hún fjær í jörðinni en nokkuð annað fyrirbæri bara hreinlega í alheiminum. Þannig að þetta stig? Já, þetta þegar þið fóruð halva leið með þetta. Hvað þið fengið mörg stig fyrir heila vetrarbraut? Ein stjarna sko pínulítið brot af heilli vetrarbraut. Þau sögðu svarthól, Björn. Það var andhverfa, það -1 stig. Ég kann að meta það. Sogaðu inn í svartholið. En hefur ekki að fá klapp fyrir þetta stig? Já. Og það fylgir sögunni að þeir sem að þekkja þessa litlu sætu vetrarbraut mjög vel stytta nafnið hennar í RD1.
Það er svona gælunafni. Það nú augljóst. En hérna eitthvað úr heilbrigðiskerfinu hér, Björn Ásmundur. Ofnæmi fyrir tígristýrum. Já, þetta er algengt. Mjög algengt. Kattaráfnæmi er nú svona lítið tígristýrsofnæmi sem sagt. Akkurat, sko. Ég held að þetta hafi verið hérna starfsmaður í dýragarði sem var að gefa tígristýrunum og þau áta á honum handlegginn í leiðinni og þegar var hlaupið með hann inn á skurðstofuna og konan spurði eftir með ofnæmi fyrir einhverju og þá sagði hann, já, tígristýrum. Það er afskaplega litlu við þetta bæta. Það hef ekki með þetta, drengir. Takk að þið fyrir. Hér er örugglega allt og algeng saga, Gunnar og Ragnhildur. Nú. Óvart sett í tossabekk, það var ekki við, nei. Nei. Kannski einhver sem var óvart sett í tossabekk að því hún vissi ekki hvað 0, 1, 4, 0 plus 3, 2, 1, eitthvað var. D.I. Skipti nú engan undra. Já. Reyndar var þetta kona, það var viðtal við gamla konu. Hún sagði að hún hefði verið sett í tossabekk í den af því að hún var spurð hvort að hesturinn var í klaufdýr eða hófdýr. Og hún sagði að það var í klaufdýr og lendi í tossabekk. Það finnst mér mjög eðlilegt. Já, ég hef kannski farið vitlaust með þetta. Það er nú getað komið í fleiri en. Já, við vissum þetta. Hvað er þá óvart við þetta? Hvað kemur það? Hestur er ekki klaufdýr á sig. Hesturinn ekki klaufdýr þannig að konan var greinilega algjör tossi. Nei. Svo spurðar hann einhver öðru síðar og þá komust þér að hún var ekki tossi. Ég held að þetta væri skeifudýr, því að hestur eru skeifur. Svona voru bara aðferðirnar í gamla daga. Það ein lítil spurning gat gert út framtíð. Einna mannesku, frostaveturinn 1918. Gerði það reyndar ekki í þessu tilviki því að Þórunn Kolfinna Ólafsdóttir var fljót að komast upp úr tossabekknum og lifir enn í hárri elli og mann tíman að tvenna en þetta var alveg rétt hjá Ragnhildi. Nú, ég sé ekki betur en að Björn og Ásmundur sé afturgönur í dýragarðin. Þetta er svona þemaþáttur eða hvað? 40 atkvæði í Fuglafirði. Já. Fuglafjörður í Færeyjum. Já. Og svo botnað þú. Já, einmitt atkvæði. Allir þetta geti verið dönsku þingkosningarnar. Jú, kosið í síðustu viku. Já. Og 40 nú heldur lítið fyrir heilan fjörð, sko. Fuglafjörð. Ekki fjölmennir allir firðirnir í Færeyjum. Nei. Hljóta að vera fleiri en 40 fuglar, það er sant. Þeir hafa ekki atkvæðið sér. Nei. En ef við ekki að giska á það, að þetta hafi verið sem sagt... Hver er fréttin að það hafi verið þá aðeins 40 atkvæði í Fuglafirði að því að búa svo fárað núna eða... Fyrst er það að tala um kosningar, hvaða kosningar hafa þá snert íbúa Fuglafjarðar nýlega? Dönsku þingkosningarnar. Meðal annars. Skarpir? Já. Skarpir? Ok. Já. Ég veit það gott. Það var engin kaldhæðni, eigum ekki bara að skera úr þetta. Þarna var Stefán Jón Hafstein að leggja út af úrslitum dönsku kosningana. Og það var Uffe Ellemann Jensen sem að héldi fram að það hefði verið þessi 40 atkvæði í Fuglafirði sem kostuð hann forsætisráðherraembættið. Já, fáðu rétt fyrir þetta? Já, hvað, fáðu rétt? Fóru langt með þetta. Nei, ekki leið. Nei, það var mjög fallegt hjá okkur. Fallið vinna. Lítil skjallbandalög og hugljúf þarna en þá er að spurja Ragnhildu og Gunnar hver skeri sig úr og ég er ekki að meina keppendur kvöldsins heldur þessa snillinga. Já. Skulum sjá. Charles Darwin, skopmynd á hana þarna, nú þekkjalegum samt. Albert Einstein. Þetta var í pappi. Stephen Hawking, vantilega tekinn þegar hann flutti fyrirlesturinn fyrir Clinton daginn. Þetta er pappi. Og Isaac Newton. Já, hver skeið sig úr? Jaha. Við skulum sjá, við við. Hann var nú síðast í fréttum Hawkins af því að hann var einmitt að halda hennar fyrirlestur framtíð mannkins. Já, hann sagði mannkynið yrði ekki eins eftir 400 ára, var algjörlega útilokað, við hlýtum að breytast og þróast. Og Darwin hefur nú sagt eitthvað svipað fyrir svona 100 árum síðan. Já, við höfum breyst frá því sem hann heldur fram að uppalega verið. Já. Þróunarkenningin hans, já.
Býðum við, hvernig gekk þessum drengjum í skóla? Einstein, hann var rekinn úr skóla, þótti ömurlegur í Tossi, lendi óvart í Tossabekk. Var óvart settur í Tossabekk. Já. Nú, hann Hawking, var hann ekki, haldið að hann væri bara vitlýsingur? Nei, held ekki. En það ekki? Ekki hlusta á hann. Þið get ekki annað svona, þið eru ekki í sama liði núna, sko. Nei. Klárar því. En hins vegar náttúrulega, sko, Isaac Newton setti fram kenningar sem hægt var að sanna. Já, hann á. Gunnar, Þetta fyrir að verða svolítið afstætt, sko. Þetta er erfitt. Afstætt, já. Ég meina þeir eru allir ábyggla þótt skrýtnir á sínum tíma. Allir. Það skefst engin úr. Þegar Hawkins kölluð ef ég mann rétt Big Bang, þess vegna heldur hann ræðurna fyrir Clinton í Hvíta húsinu. Já, hann er skammta heimsfræðingur. Það er eitthvað sérstætt fyrirbyrði, hann svona. Skammtafræði. Og Clinton kemur í skömmtum eða eitthvað. Sko. Erum við ekkert nálægt þessu með að þarna voru tossar sem urðu seinna eðlisfræðingar? Þið eru eins og bara hver önnur stjörnuþoka núna, sko. Þið voru þarna pínlítið og réttur ról á tímabili en svo bara lentuð annar en vetrabraut. Þá er bara, ég er allir með Lens. Nei, ekki neitt. Ég er Lens, þetta er örugglega spurningum hvað Diana prinsessi hélt upp á yttir og hinn ekki. Hún náttúrulega Eitthvað frá London eitthvað. Hún hélt við á alla eins og kemur út í Þeir eru allir Bretar ókominni ævisögu sem að ég er einmitt að skrifa þess að Allt Bretar nema Einstein. Já, nú er að skjóta. Já, nú skjótum við það. Það er nýjasta tilgátt og hún er ekki verið skotin í kaf so far. Þið hefðu átt að halda ykkur við Tossatilgátuna. Það er Stephen Hawking, samkvæmt bestu fáanlegum heimildum þá er Stephen Hawking sá eini þessara snillingar sem ekki var afskrifaður sem algjör tossi í æsku. Darwin lá í skytteri í hundaprangi og rottuveiðum og kolfjall í læknisfræði þangað til hann komst að rétta heill í lífinu. Einstein kom allir upp orði fyrir hann 9 ára aldur og jafnt foreldrar hans sem kennari voru handvissum að yrði aldrei neitt úr honum. Rekinn úr skóla, lélegur stærðfræði. Allir, og Newton var svo mikill sleði í skóla að eina ástæðan fyrir því að hann var ekki látinn hætta námið var svo að hann var ennþá meiri skussi við búreksturinn á búi foreldra sinna. Og svona sem sagt þetta er svarið og mér finnst þetta mjög upplýfgandi og skemmtilegt svar þó að þið því miður Fáðu ekki eitt stig? Jú, Það ekki geða með stig? Jú. Gunni bróðir og svona. Engi geska, whatever. Undirbyggja eitthvað þú veist, ég fæ rýtingin í bakinn rétt bráðum, sko. Já, hann byggir þetta svona. Nákvæmlega. Hann byrjar að vera góður, þykist vera góður og er svo bara vondur. Ok, ekki stig. Athyglisvert. En hvað segja Ásmundur og Björn þennan hóp? Það er skipbrotsmaðurinn Robinson Crusoe, söngvarinn Elvis Presley, Fox Mulder, furðu fyrirbærafræðingur og Trausti Jónsson, veðurfræðingur. Furðu fyrirbæri. Býttu við? Hann var eitthvað að reyna að hjálpa ykkur. Að hjálpa ykkur? Hann var alltaf að fram að hinni var eitthvað furðuleg. Já, leyft okkur það. Og þetta eru allt kynlífsfíklar. Nema þá. Nei, nema Fox Mulder. Vegna þess að leikarinn er kynlífsfíkil, skilju, en ekki persónan. Hinnir hafa allir leikið kynlífsfíkla á einhverju. Var það Robinson og Fjárdagur? Frjádagur. Hann kannski ekki snittið að Robinson Crusoe hafi verið orðið kynlífsfíkill eftir tvölinn á eiginlega. Já, ég veit. Hann var veiðeyju. Eitthvað svo. Það gengur mjög vel. Það er sniðut. Trausti er nú hálftir veiðeyju. Elvis er á eyðeyju, hann er ekki dáinn. Ég legg nú til að Elvis er lífandi. Ég sá hann á Eskifirði fyrir hann. Örlítil afskiptasemi er í lagi en ég legg til að hvert lið fyrir sig fái svona dulítið að svara. Já, Trausti var nú álitinn í dauðurinn tíma. Já, hann var afskrifaður. Já, það giltum hann sem að var ekki Mark Twain sem sagði að frásagnir af andláti mínu verið stórlega ýktar. Vissulega. Og Crusoe lítur að verið talin af. Já. Fjölda ára. Já. Elvis lifir, það vitum við. Og Mulder var dauður daginn í þáttunum. Hann dó á Ríkissjónvarpinu, svo lifnaði hann á Stöð 2. Betri samning. Það er nú allt annað líf. Nei, svo margt annað. 3 þeirra hafa verið taldir dauðir að ósekju.
Allir nema Elvis. Þetta er snjallt og rétt. Og svo auðvelt. Þetta var fallið, þetta var fallið þína til hangi. Elvis er sá einu sem hefur ekki tekist að afsanna að sé ekki ennþá meðal okkar þó sem eru auðvitað haldið fram að hann keyri strætó í Garðabænum og guð veit hvað en það har ekki tekist að sanna það endanlega og með þessu þá geistust þið fram úr ykkar bræðrum og systrum í Elvis eða hverjir sem er því að þið eru núna Ásmundur og Björn konum með 5 stig meðan Ragnhildur og Gunnar fylgja fast á hæleikar með 3. Hættist hann á undan. Alltaf á undan. En þá eru það þessar eyðilegu eyður og þar sem Gunnar leikur nú meðal annars bóndan á síðasta bænum í dalnum getur hann kannski sagt okkur hvað þetta hér? Já. Fjalla Eyvindur fær loksins Kvenmann? Halla var nú með honum, var það ekki? Ég segi það, var hún ekki kona? Jú, það víst, já. Mikil kona? Það var kannski loksins sakaruppgjöf Sakaruppgjöf, já, ekki villust. Heimsókn? Uppreisnar, heimsókn. Já, einhver kemur í heimsókn. Já, hvað með dalvíkingana? Kannski rekist á hann? Já. Hann fær kannski loksins eitthvað annað en lambakjöt. Kannski Hrossakjöt, hann fekk það í lokinu á leikutíma. Það eru loksins full eitthvað. Já. Nei. Það er loksins að... Fullnagað kjötbein. Já. Of langt. Já. Ég myndi skjóta á að þetta væri sko að Fjalla Eyvindur færi loksins einhvers konar viðurkenningu á einhverju styttu eða eitthvað fleis. Hann fær loksins minnisvarða. Minnisvarða? Það var þess að minnisvarða hann og Höllu upp á Hveravöllum. Er það? Já, í alvöru. Alrighty. Já. Það er tilgátan okkar. Já. Já, er það orðið sem sagt? Minnisvarði? Já. Já, ekki taka okkur í taugum. Nei. Já, minnisvarði. Þið skjótið á það og eins og hérna einhver sagði svo gáfulega, hér er allt rétt nema svarið. Kennitölu! Nei! Þetta bara getur ekki staðist. Hvað meinar þú? Hvað er kennitölu? Hann fær kennitölu blessa. Þetta er auðvitað alveg hárrétt með hérna styttuna og minnisvarðan. Það er félagið, Fjalla Eyvindafélagið heitir það, sem stendur fyrir því tímabæra verki og minnisvarðin er eftir Magnús Tómasson verður reistur á Hveravöllum, þar sem að Eyvindur og Halla höfðust við fyrir margt löngu. En hann er sem sagt bæði búinn að fá kennitölu og fann að greiða fjármagnstekjuskatt eins og yfirvöld hafa nú ekki lagt nóg á þennan mann Félagið þá? Félagið, já. Félagið. En fyrirsögnin gengur út á þetta sem sagt, þannig Þannig að að fyrirsögnin þið voru var- þarna voðalega nálægt og auðvitað fáið fyrirsagna síðan þið hálft. fyrir þetta, já, eitt þó það nú væri. Það var virkilega verið þessu stað. Það er fullar og stuðningum. Þið reyndu svo vel. Já, takk. En ein margræð fyrir Ásmund og Björn og dregur nú saman með ykkur liðunum. Næstum því fyrir misskilning. Já. Þetta hljómaði mjög sennilega. Þá skulum við reyna vel og svona þá fáum við stig fyrir að Já. Fæla nú mikið. vælast bara eitthvað og vera svona aumir svona. Gunni hefur alltaf tekið stig fyrir það. Er það ekki? Jú. Þetta er búið að vera svona allt ykkar líf. Já. Hann er gert út á þetta. Ekki rétt. Heyrðu, þetta er eitthvað... Dó næstum því fyrir misskilning eða Einmitt, æðislega stóri staður. giftist næstum því fyrir misskilning eða Skildi, skilin, dáin. Láðist ekki Eyvindur og Halla út fyrir misskilning. Kaffi hjá okkur núna. Nú er ég bara svona Já. taka þátt í. Fær kennitölu næstu fyrir miskilning. svolítið langt. Já. En við erum ekki á neinum útilegum annarslóðum. Nei. Já, já. Við erum heimi hér að þið. Við erum það nú ekki og þið voru nú bara einhvers staðar í orðaflömnum, þá eru við komnir held ég með. Þá segir við... Giftust. Þið segið það? Já. Eða skildu mennum við. Skildu. Þetta, það var nú hafsbreyta. Það er ekki búið að byrta svarið. Við gistum á skildu. Nú lítum við á Eða þetta. horfa á sjónvarpið. Skildu. Það var lagilegt. Þarna munaði mjóu. Já, mjóaði munu. En Ragnhildur og Gunnar, Já. sko þið farið að verða eins og Eyvindur og Halla alltaf á fjöllum.
Koma af Koma á fjöllum. fjöllum, já. Jú, hún komið ekki að fjöllum þarna. Með á fjöllum. Með Ragnhildi og Gunnar á fjöllum. Ég sendi ykkur á fjöll og ég vil fá okkur aftur til byggða. Hildi. Með Ragnhild á fjöllum. Já, þetta er mjög Hefur sennilegt. nokkuð skrifað það? Nei. Með Dalvíkingum á fjöllum. Já. Með dalvíkingum á fjöllum. Þetta er örugglega hérna þessar björgunar, með björgunarsveit á fjöllum sem er alltaf hræðilegasta tilhugsun sem að Já. eftir það nýjasta ævintýrið. Erst þú ekki alltaf með tröllum og dvergum og Jú. á Já, fjöllum? jú. Það er á fjölum. Já, fjölum Sko, og það er fjöllum. fjöll á fjölunum, skilur við. Ó, flott sviðsmynd. Æðisleg. Það er komið. Síðast bændalum. Hver er Helgi? Nei. Helga þínirinn. Það er nú einbyrðar spurningar. Já. Auðlaborðum á fjöllum, dalvíkingar. Þeir voru svo illa á svo komnir, dalvíkingarnir, þeir voru svo miður sín þarna þegar þeir voru búin að klúra öll og tóka með sér að konu og ljósa var GSM-sími og þeir furðuðu sig á að hann virkaði ekki hana Já, hjá skildi. Eyvind og Höllu. En þeir voru orðið miður sín og þeir voru með faðir voruð á fjöllum, satt á vörunum á fjöllum, en það hefði orðið svo stóra mikil fyrirsögn að því var sleppt. Þetta var mjög skemmtileg fyrirsögn, með faðir voru á fjöllum, faðir vorið, Faðir vorið. fórum með Það er það, ekki föðurlandi. Faðir vorið. föðurlandurinn glemdir. Já. Það er nú ekki verra. Þetta er alveg hárið hjá þig, auðvitað. Til hafið, það er glæsilegt. Ég veit ekki með föðurlandi, það er nú ekki verið í því líka, en hérna það var gott að þeir myndu þó að byggjast fyrir, því að þeir gleymdu meðal þess sem þeir gleymdu var að athuga veðurspána áður en þeir lágu af stað. Þeir gleymdu að láta vita breytta leið og þeir gleymdu líka að skrá nafni sín í gestabækur í þeim sælhúsum sem þeir komu við. Þannig að væri hægt að segja þeir hafi gleymt sér eitthvað með. Já. Þeir gleymdu sér. Hverju gleymdu þeir ekki? Það er verið. Gleymdu að fara heim. Þeir myndu það en síður og sennilega hefur það bara verið faðir vorið sem komið til byggða. En hérna það er nú orðið svo margt sem ekki má þarna lengur Ásmundur. Vildi ekki eitthvað í Hvítahúsinu? Já, það eru nú margar tregar þar víst. Misviljaðar samt, sko. Nú var það. Eftir sem sögur hérna, já. Vildi ekki Sofa í Hvítahúsinu eða Já, liggja, skríða, Láta faðma hlaupa, sig innilega. hoppa, dansa, já, syngja, snerta. Vildi ekki Það lítur að vera snerta. leiðilegt í Hvítahúsinu. Vildi ekki, ég held að sé gista, sko. Frekar en gista. gista, heldur það passi hérna í bílið? Það er aldrei langt held ég. Syngja kannski. Vildi ekki syngja í Hvítahúsinu? Ég myndi til þess ekki vilja syngja í Hvítahúsinu. Nei. Það myndi engi vilja að þú syngir. Það er víst alveg hárrétt. Hefur verið beðin það mjög Björn? Verður örugglega aldrei. Ég myndi heldur ekki taka það í mál. Bara svo það sé á hreinu. Þakkaði fyrir að deila því með okkur. Clinton of langt, vildi ekki Clinton? Já, góð hugmynd. Það var nú kannski einum og gegnsætt og vögn. Klint. Ég held að það sé gista, sem ég svo. Gista? Hefur ekki trúið því? Nei. Ok. Vildi ekki sofa? Já. Syngja? Syngja, segjum syngja. Er það að lesa í hana? Nei. Nei, syngja. Hver vildi ekki syngja? Ég hef búin að tala fyrir mig. Ég held að sé eitthvað að skólast til í höfðun og byrni sem að er út af fyrir sér rétt en Ég held að Jæja, sé nú eitthvað fyrir við að skjóta. Ég held að hún sé eitthvað að leggja út af þessu Clinton dæmi og sé gista eða sofa eða syngja. Þú búið svona orðin og frjálslegur. Það er gott að vera með svona mönnum. Syngja segir við. Já, við skulum líta á þetta hérna. Sænga. Þið voru svo nálægt þessu. Já, þetta er við kunnum ekki við. Mikið væri þið nú heppnir Við erum bara svo sómakæri menn. ef ég væri jafn opin og frjálsleg í stigagjöf og þið eruð í svörum en þetta er hérna ekki Hillary sem betur fyrir kannski og þó maður sér reynda að fann að velta því fyrir sig hvernig Bill fór að því að ná í hana þannig er þessi klaufi sem að virðist vera og Við vitum nú allt um það, steltin upp á skrifborðinu og framhaldið þér í blöðunum. hafa þau samt frá þessi aðeinsugunni hjónin. Það er kannski ástæðan fyrir því að hérna ástæðan fyrir öllum þessum vandræðum hjá Clinton að Hillary vill ekki sænga í Hvítahúsinu. Nei, þetta er ekki Hillary, ég hef búin að segja Þetta er Barbara Streisand sem afþakkaði boð gistingu með kærastanum í Hvítahúsinu vegna þess að hún er ekki gift þessu viðkomandi kærasta
og vill ekki koma óorði á sómakæra gestgjafa sína til með því að sænka hjá manni sem hún ekki gift í Hvíta húsinu, þar höfum við það. Þá eru úrslitin þau að Ásmundur og Björn eru langsterkastir með 7 stig. Tek ofan fyrir þeim. Koma svo! Nú eru virkilega vel að ekki staðið, falli vinna og til hamingju með að borða húna. Ég tek bara ofan fyrir ykkur. En nú verður að stela senun á bróður sínum. Nei. En alltaf þið, Gunnar og Ragnhildur, þið komist til byggða með 6 stig og þú ætla kannski að taka ofan að fyrir... Taka ofan að fyrir þeim. Verðum keppinni. Ég segi það. Mér fannst þú þeim að gefa þeim aðeins, þú veist. Meiri stig, já. Gafst þeim dálítið lítið að stigum. Og allir glaðir. Mér fannst hún hjálpa þeim til þess að... Gaf þeim ekki einhver 3 stig, þetta var... Ég var að segja það sem gleður mig mest núna er að, nú er ég fann að tekja ykkur í sundur. En ef einhver er ósáttur við úrslitin, þá má náttúrulega alltaf kæra fyrir einhverjum íþróttadómstólnum. Og þeir hafi reynda nóg að gera þessa dagana. Ekki síst eftir bikarleik Vals og Fram á dögunum. Eftir þennan leik og reynda fleiri atvik logar allt svo í kærumálum að bráðum verður engin orka eftir í sjálfa boltaleikina. Enda verða stofnaðar lögfræðideildir innan allra félaga sem eitthvað vilja eiga undir sér og boltadeildirnar lagðar niður í staðinn. Í samræmi við þessa nýju stefnu mun úrslitaleikurinn í körfubolta árið 1999 líta svona út. Það vantar ekki fjörið þarna. Og auðvitað verður þegar þannig komið sögu búið að úrskurða forseta Hæstaréttar vanhæfan íþróttadómara enda maðurinn með KR í miðju nafninu sínu. Ég þakka samveruna, sjáumst í næstu viku. Takk fyrir.